Góðan daginn, ég heiti Úlf Níelsson og ætla að kynna fyrir ykkur stuttlega meistarnám í fjármálum. Það eru tvær námsbrautir, annars vegar meistarnám í fjármálum fyrirtækja og hins vegar MFIN-línan eða Master in Finance. Ég ætla að byrja að tala viðfangsefni og markmið námsins. Markmiðið að nemendur tilengi sér djúpa þekkingu og færni á breiðum grundvelli fjármálana. Það þýðir raun og veru það að námið er mjög víðfemt og nær inn á öll svið fjármálana en þó fer í dýptina á hverju sviði fyrir sig. Nemendur hafa forsendur til að takast á við öll verkefni á sviði fjármálana þegar námið er lokið og þá er alveg saman hvort að við erum að tala fjármál fyrirtækja, banka eða fjármálamarkaða eða eitthvað annað. Í náminu eru skyldunámskeið sem spanna aftur allt svið fjármálana og auk þess eru valnámskeið sem nemendur geta valið, þar sem þeir geta valið sér fjölbreytt námskeið og það er þá saman hvort þessi fjármál eða hagfræði, reikningshald eða almenn viðskiptafræði. Þegar námið er lokið þá eru mörg tækifæri í raun og veru boði. Markmiðið er að nemendur geta tekið að sér sérhæfð störf í fjármálum og það getur verið á sviði fjármálastjórnunar, fjármálaráðgjafar, markaðsviðskipta og fleira og það getur bæði verið á fjármálasviðum bæði fyrirtækja og stofnana og þessi störf í fjármálafyrirtækjum almennt geta verið eins og í bönkum, sparisjóðum, verðbréfafyrirtækjum, tryggingafélögum og lífeyrissjóðum og þar fram eftir götunum. Svo aftur námið er víðfemt og býður upp á marga möguleika að námið loknu. Mér langar að fara aðeins yfir skipulag námsins, beggja námsbrauta. Annars verða master í fjármálum fyrirtækja og þetta er 120 einingar nám. 30 einingar eru í skyldum námskeiðum, það er cirka 4 námskeið. Síðan eru 45 einingar eða sem samsvara 6 námskeiðum í því sem við köllum bundin valnámskeið. Það var rauninu bara listi af námskeiðum sem hægt er að velja úr og að lokum eru 15 einingar í alveg frjálsum valnámskeið þar sem nemendur geta valið námskeið eða hvaða námskeið sem er innan viðskiptafræðideildar og jafnvel víðar. Að lokum er 30 einingar lokaritgerð og samtals gera þetta þá 120 einingar. Svo erum við MFIN námsbrautina, hún er í samstarfi við hagfræðideild, hún er 90 einingar alls, 60 einingar eru í skyldunámskeiðum eða sem samsvarar 8 námskeiðum og 30 einingar eru í bundnum valnámskeiðum eða 4 námskeið. Í MFIN náminu er svo ekki lokaritgerð. Mér langar aðeins að koma meira inn á samsetningu námsins, ég nefndi áðan að MFIN-línan er í samstarfi við hagfræðideild en auk þess erum við í samstarfi við aðrar námsleiðir í viðskiptafræðideild og þar leiðandi er hægt að taka mjög fjölbreytt námskeið. Hér er bara listi yfir örfá. Það er að sjálfsögðu hægt að taka fjármálanámskeið eins og þetta námskeið eignir atferla á áhætta en líka önnur almenni viðskiptafræðinámskeið eins og siðfræði og samningarfærni, rekstur í sjávarútvegi. Svo eru önnur námskeið eins og dæmis meira lögfræðinámskeið eins og skattaréttur eða réttarhagfræði og hagfræðileg námskeið eins og hagfræðileg ákvörðunartaka og reikningshaldsnámskeið og þar fram eftir götunum. Svo valið er ansi vítt. Inntökuskilyrðin eru annars vegar í fjármálafyrirtækja þarf að hafa lokið BS-prófi í fjármálum með fyrstu einkunn. Það þýðir meðalengum upp á lágmarki 7,25 úr grunnnámi eða þá BA-prófi með fyrstu einkunn úr einhverju öðru að viðbættum efni tiltekinna námskeiða sem á finna í kennsluskrá eða þá próf í verðbréfaviðskiptum sem inniheldur þessa grunnþekkingu í fjármálum. Í MFIN námsbrautinni er það einnig BS eða BA-próf með fyrstu einkunn í fjármálum, hagfræði, verkfræði, stafræði, eðlisfræði eða öðrum skyldum greinum og ef maður er ekki með BS eða BA-próf í skyldum grein þá er hægt að vera með slíkt próf í öðrum greinum, einnig þá með fyrstu einkunn og að viðbættu prófi í verðbréfaviðskiptum. Að lokum langar mig bara rétt að nefna félagslífið í viðskiptafræðideild sem er öflugt og
og það líka myndar framtíða tengslanett og vil ég þar nefna félag meistaranema við viðskiptafræðideild og hagfræðideild sem heitir Maestro og vefsíða þeirra maestro.hi.is og þetta félag má líka finna á samfélagsmiðlum undir nafninu Maestro meistarar. Ef þið viljið vita meira námið þá vil ég benda ykkur á vefsíðu viðskiptafræðideildar viðskipti.hi.is. Einnig má tala við nemendaþjónustu félagsvísindasviðs sem staðsett í Gimli og að sjálfsögðu má líka senda mér póst, ég umsjónarmaður beggja þessara námsbrauta og tölvupóstfangið má sjá hér. Að lokum vil ég bara hvetja ykkur til að sækjum og þið gerið það á hi.is. Takk fyrir.